Já, Júlía með þetta eftir lokaleik tímabilsins, hvernig svona líður núna? Mér líður náttúrulega ekki vel sko, mér er leiðilegt að tapa svona hrikalega stórt hérna heimavelli og enda tímabilið svona en ég er mjög sáttur með tímabilið í heild sinni og það er flott að lenda í 7. sæti í deild og þannig að ég er bara ánægður með sísonið sko. Hvernig svona, þú veist, við sjáum alveg þetta enda með 30 stiga tap, en hvar fannst þér svona leikurinn tapast? Mér fannst við bara að vera frekar hræddir og Þórðin kannski ekki bara mæta þeim 2-1 undir og Þórslið er ótrúlega gott og þeir spila bara mjög vel saman, dreifa boltanum, skjóta rosalega vel og ég held að þeir muni ná langt. Var eitthvað sem kom þér óvart í þeirra leik í dag? Nei, í rauninni ekki. Mér fannst þeir bara gera ótrúlega vel og við aftur á móti bara ótrúlega illa. Gátum ekki stoppað neitt og þeir fengu bara opin skot trekk í trekk, þannig að já. Hvernig fannst þér svona bara satt að spilanleik, svona stemningin og þannig svona út á við? Það var ótrúlega gaman sko, stemmingi var mjög góð og áhorfendurnir eins og bara alltaf þeir máttu koma, bara frábærir og ég elska að spila hérna, það er bara það skemmtilegasta sem ég gerir sko. Hvernig þú komst inn á þetta var fínt tímabil en svona, þú veist, færið þið persónulega, þú veist, varstu sáttur við svona þína þróun sem leikmaður? Já, ég náttúrulega var rosalega lítið með á þessu tímabili sko, þú veist, en þú veist, ég nýtti tímabili kannski meiri að bara styrkja mig og svona, en þú veist, það var mjög erfitt tímabil fyrir mig persónulega sko, andlega og líkamlega, bara, þú veist, margt sem hefur gerst og svona, en ég hef bara sáttur hvernig ég endaði þetta og gaman að fá að vera með hérna í lokin. Takk fyrir þetta, Júlíus. Takk fyrir.